Halló, góða kvöldið Keflavík. Hvað er smá hljóð líka hérna á fremsta bekk, góða Suðstjörnunnar. Takk. Veit ekki okkur stelpunnar, þetta er alltaf á sama stað þarna. Herri komið sæl og verið velkomin á þetta stuðningsmannakvöld Keflavíkur. Ég heiti Tómas Þór Þórðarsson, fyrsti og síðasti vinur Keflavíkur. Var hérna líka auðvitað í fyrra þó að eftir kvöldið mannur reyndar ekki eftir því. Og svona, þetta er reyndar í annað skiptið núna á ekkert svo mörgum árum sem ég er að hosta hérna kvöld í Keflavík, bæði fótboltakvöld hér í fyrra og nánast á sama tíma og svo körfuboltakvöld eitthvað hérna fyrir nokkrum árum síðar. Hvoru skiptið manni eftir hvernig ég komst heim og í staðinn fyrir að Raggi myndi bara svona beða mig að taka mig á og þá kann hann bara halda þetta á þriðjudegi sem er líka bara, ein leið til að koma skilaboðunum til skila, þannig að ég er bara point taken. Herru, hérna, þetta er náttúrulega, ég var líka ekki byrja að baula, en ég var tvisvarsinnum ræðumaður á herrakvöldi Njarðvíkur. Málið var að fyrra skiptið, þá segjum bara eins og þetta var, sló í gegn, það er bara þannig. Nema gallinn var að þeir náttúrulega mættir í næsta tímabil og komist ekki í play-offs í fyrsta skipti í svona, ég veit ekki, 30 ára eða eitthvað. Svo fór ég aftur árið eftir og það var Friðrik Stefánsson var ekkert búinn að fyrirgefa mér. Og þegar hann kynnti mig inn á sviðið þá bara tók hann sérstaklega fram að þetta væri svona eiginlega bara svolítið ólukka og bara salurinn var farinn áður en ég mætti upp og ég bara fór eiginlega heim, bara beint eftir ræðina, það var svona gripið fram í og þetta var allt saman svona frekar mjög óþægilegt, En eitt fyndin sagði af þessu marka fyllirí hérna í fyrra, síðan kom ég inn í bæinn og var að ræða við góðan félaga minn sem heldur með Breiðabliki og þú veist, ég veit ekki af hverju að gera það, ég meina það þurfi einhver að halda með þeim líka. Og þeir náttúrulega tóku þá skömmu eftir að ég hef verið og henduðum út úr bikarnum og bara kann einhver bestu þakkir fyrir það. Og hann bara skildi ekki, var svo skrítið. Bara, blikarnir hefði verið bara, nýkomnir úr Evrópuvegferðinni og voru svo góðu standi og bara undirbúa sig svo ógeðslega vel og bara náðu sig ekki, Ég bara, ókei. 5 dögum fyrir hann leik verður nú bara að taka skot með Frans Elvarsson og Brons, Hann var nú allur undirbúinn ykkur Keflavíkurlið sem þá henduðum öfugum út úr bikarnum, En eins og segi, ég hefði mjög gaman að þessu. Herri, ég ætla ekki að vera með einhver gaman mál, bara spenntur fyrir báðum þessum Keflavíkurliðum. Náttúrulega búið að hlaða undir þess að þjálfara svo svakalegum liðum og kosta miklu til að Raggi verið ekki svona efna á YouTube Premium. Það er bara allt sett í liðið, en ég segja þess að bara peningarnir eiga að vera á vellinum, við kunnum að meta þetta. Við ætlum að bara hafa stutað snappa en skemmtilega dagskrá og fá 2 kempur sem þið þekki nú ansi vel til að spjalla aðeins við okkur. Þjálfararnir sömuleiðis, bæði hjá körlum og konum alltaf sömuleiðis að segja okkur aðeins frá liðunum, auðvitað móti fara á stað hjá báðum, þannig að kannski svona aðeins öðruvísi dýnamík heldur en í fyrra. Við ætlum bara að hafa svolítið gaman og þó að sé þriðjudagur og þá veit ég nú að einhverju geta haft gaman á þriðjudegi þá er það Keflvíkingar. Það skiptir ekki máli hvaða dagur það er. En við ætlum að byrja á manninu sem að stýri þessu öllu saman, sem ætlar að koma upp og segja ykkur aðeins, skemmtileg tíðindi og aðeins bara frá sumrinu bjóðið velkomin á svið, formanninn, Böðvar Jónsson. Takk fyrir Tómas og komið sæl og gaman að sjá okkur. Það er hefðbundið og við hæfi svona í upphafi tímabilsins þegar allt er að rúlla af stað að við hittumst hérna hörðustu stuðningsmenn liðanna og við fáum hér stutta kynningu á liðunum og leikmönnum og heyrum áherslur og markmið þjálfaranna og auðvitað höfum gaman og gleði í öllu eins og Tómas sagði. En við ætlum kannski líka að hafa hérna svona í upphafi mikilvægt mál og gríðarlega þungvægt að minnsta kosti fyrir deildina og auðvitað líka mikið gleðiefni. En það er að ganga hér frá samningi við okkar stærsta og öflugasta styrktaraðila deildarinnar. Og það var fyrir 2 árum sem að Blue komu inn sem aðalstyrktaraðilar deildarinnar og voru framan á búningum og hafa verið framan á búningum
keppnisliðan okkar, bæði í meistaraflokki og allra yngri flokka. Og sá samningur var gerður 2023 og gilti til 2 ára og rann út eftir síðasta keppnistímabil. Og við erum að endurnýja þennan samning við Blue núna og aftur til 2 ára og Blue verður áfram okkar öflugasti og sterkasti styrktaraðili deildarinnar á næstu 2 árum og verður með sitt logo framan á okkar keppnisbúningum. Og það auðvitað gríðarlega mikilvægt og sterkt að fá svona öflugt fyrirtæki til að styðja okkur. Þessi samningur metinn á 40 milljónir króna eða 20 milljónir króna á ári. Og ég þarf ekkert að segja ykkur hér hvað þetta mikilvægt í rekstur deildar eins og knattspyrnudeildar Keflavíkur. Það vita það allir. Þannig ég ætla að fá að nota þetta tækifæri áður en við skrifum hér undir og þakka starfsfólki og stjórnendum Blue fyrir alveg ótrúlega velvild við knattspyrnudeild Keflavíkur. En auðvitað eins og við vitum öll að þá sá stuðningur ekki einskorðaður við knattspyrnudeildina, heldur Blue auðvitað sterkasti og stærsti styrktaraðili félagsins. En Blue ekki bara styrktaraðili félagsins heldur íþróttafélaga og ekki bara íþróttafélaga heldur líka í ýmsi annarri samfélagslegri þjónustu og samfélagslegum verkefnum. Og það gríðarlega mikilvægt að eiga svona öflugt og flott fyrirtæki sem tilbúið að láta svona gott af sér leiða til samfélagslegra verkefna. Og ég ætla að biðja ykkur að gefa þeim bara frábært klapp hér í upphafi. Þannig að við ætlum að byrja á því, ég ætla að byrja þá bræður, Magnús og Þorsteinsinni og koma hér upp og skrifa undir samning við mig eða við knattspyrnudeild Keflavíkur og síðan tekur Tómas Þór yfir og mun stýra þessu fram eftir kvöldi. Takk fyrir. Magnús sagði þetta við mig, það 2 milljónir. Fyrst ég kom hérna upp þá ég verð ekki hvita. Það sjaldan sem maður sér menn svona meira yfir penningum sko, en ég veit ekki hvað þetta bæjarfélag myndi gera nánast án þess að bara ekki gefa meitt lófataki viðbót, þeir eru ótrúlegir. En svona ekki til þess að ýta aðeins undir þetta, ég er nú búinn að lifa og hræðast lengi í þessu eins og svo margir svona komið aðeins frá mörgum áttum að maður hefur nú skrifað ófáar fréttirnar gegnum tíðina þú veist, peningamál í íþróttum og þetta ekkert eðlilega erfitt dæmi þegar allir að sækja í sömu hítina og eiga svona, þú veist, fólki heimabyggði sem hendir í svona, þetta
þetta gullsígildi, þannig að þið megið vera bæði þakklátt og stolt af þessum strákum sem að styrkja ykkur, ekki spurning. Herru, höldum aðeins áfram, förum að tala um fótbolta. Eins og þetta vorum með tvær gamla kempur, reyndar ekkert, að þessu sinni ekkert gamlar og heldur ekkert í fyrra, reyndar önnur þeirra. Herru, bjóðum á svið, velkomin. Annars vegar, Kristinn Guðbrandsson og Ingu Lára Jónsdóttir. Það geti farið? Það sími sem hringdi á hann og hann hljóp út. Já, menur. Þegar maður sitja ennþá allir stólinn sem svona rúlla sér að horfa út. Þannig að alltaf er sömu stuð. Sestu það bara, við byrjum það bara þér. Það er bara fínt. Eða það ekki ég? Hann hlýtur að detti. Sko, kannski fyrst svona varúð að svo sem satt hérna í fyrra. Björgasta, vinkona mín. Einmitt. Hún endaði náttúrulega sem svona hálfgerður yfirmaður minn. Þannig að þú ert að leita eitthvað, ef þetta er eitthvað fyrirboð og þú ert að leita eitthvað nýjum starfsvettvangi, sko, að það Ég er eftir að fara skipt starf, þannig að það er alltaf að vita hvað gerist. Ég segi það, þetta var svona ótrúlega tilhörnir í þessu lífi. Herru, við vorum aðeins að tala í fyrra, ég og Björgasta, bara svona kannski svona, hvað við segja, hvenna bara fótboltinn í heild og aðeins svona ykkar... Kemur okkar maður. Nei, velkomin. Kristinn. Inga, Kristinn Ingi. Við vorum að tala þessi í fyrra, ég og Björgasta, bara svona kvennaboltann í heild sinni og svona kannski ykkar, já, náttúrulega bara stærstu, kannski aðra tveimur stærstu fyrirmyndunum í íslenskum kvennabolta, myndum að segja, þannig Svendísi, sem að er náttúrulega ykkar stolt. En mér langar ekki líka svona aðeins kannski að niðurnjörfa þetta meira á þessu sinni, svona áður förum beint í lið og hvað spennt fyrir þeim. Bara svona, þetta er svo ótrúlega rík fótbolta hefði Keflavík og bara svakalega og kannski ekkert allir svona þeir sem eru yngri, sérstaklega eins og í bænum, áttu að sjá það, en svona hvað stöðu leggur þú bara á mat á bara svona kvennafótboltann í Keflavík og svona umsvif hans og svona ásýnd, svona kannski bara akkurat í árið 2025? Þú veist, ég var náttúrulega sjálf að spila en í kringu ég var að rifja upp alls konar dagsningar, ég myndi ekki neitt að þessu, ég myndi ekki þessu hvenær ég var að spila, næstu, ég geti eitthvað svo langt síðan. En þú veist, það er margt búið að breytast á þessum tíma þegar ég var að spila á í dag. En maður myndi samt vilja sjá líka, þú veist, eins og við tölum kannski hér, bara að við værum mögulega komin aðeins lengra með aðstöðu og því líkt, en það vita það allir hér sem að sitja að það væri alveg flott að hafa aðeins betri aðstöðu. En svona í dag, kvennaboltinn með það sem ég var, þú veist, fullt af íslenskum flottum leikmenn sem spila úti, þú veist, Glódís, Sveindís, bara algjörlega styrlar og bara frábært fyrir ungar stelpur í dag að hafa þessar fyrirmyndir því að þetta var kannski ekki þannig þegar við vorum að spila. Og bara vitneskjan það sem fólk veit í dag, bara heilsu og allt þvíumlíkt. Ég man að ég sat einu svona Kópavogsvelli, ég vann sem sagt á Kópavogsvelli líka þegar ég spilaði með Breiðablik. 16 ára fór mér út inn á morgnana og vann, lægði mig í hálftíma, völlurinn, við byrjum kl. 8, vann svo þar og fekk mér stundum bara keks í hádeginu, skiljið, þú veist, þannig að maður vissi ekki neitt. Og ég hefði svo viljað vita allt sem að þið viti í dag. Og þú veist, það er bara, þessar stelpur er svo sannlega framtíðina fyrir sér og kvennafótbolti í dag bara miklu betri stað en hann var fyrir 20 árum síðan. Og líka bara svona, þú veist, umgjörðin hjá Keflavík er svo bara fyrir bæði liðin, þú veist, það er bara, þetta er svona, þú veist, þessu gert báða hátt undir hafið, þú veist, þetta er lið. 100% og ég satt sjálf í stjórn fyrir einhverju síðan og mér fannst það gríðarlega mikilvægt að það sé bæði, þú veist, gert það sama fyrir bæði kallar og konur og það er bara, þú veist, það skiptir máli, þú veist, að það sé góð umgjörð á báðum stöðum og það er gríðarlega öflug stjórn til starfa hérna og allt fólk í sjálfboðaliða starfi sem bara, við þurfum að vera gríðarlega þakklátt fyrir og bara, þetta er ótrúlega flott og ég hlakka mikið til sumarsins. Já, fyrir mig í sumar þetta smástund, getið það náttúrulega kannski ennþá ríkari hefur kannski svona, þú veist, svona stærri upp á titla og leikmenn og landsliðsmenn og ég veit ekki hvað, bara frá, þú veist, Rúna Júl til dagsins í dag að þetta er svona þráttur að þið hafi verið að jójóa, það eru svona kannski yngri svona sparkunundur sem að kannski átta sig ekki alveg á í dag hvað Keflavík fótbolti er. Nei, kannski ekkert endilega, en það er alveg hægt að lesa sér til og ræða veldri menn og spyrja á. Strákar kunni ekki að lesa þetta?
Nei, strákar kunni ekki að lesa í dag. Það líkur vandinn. Jú, það alveg rétt hjá þér að örugglega einhverjir sem svona átta sig ekki alveg á þessu og allt það, en óneitanlega er þetta bara til staðar og við bara vorum helviti flottir og við höfum svo sem alltaf verið helviti flottir. Eru það enn? Já, við erum það enn, en það vantar aðeins upp á í dag. Við þurfum að koma okkur upp með stóru liðunum og vera þar. Við erum stórt lið líka. En þú segir það, finnur þú veist að þetta svona einhvers staðar kraumar undir? Bara svona hvað þið eru stórir í sögunum, bara stórt félag, ekki bara sögulega, bara reisa félag? Ertu þá að meina út af við bara annars staðar? Nei, inn á við, bara hjá ykkur sko. Já, mörgu leyti gerum við það, en líka svona stundum finnst mann eins og fólk svo sé ekki alveg tilbúið að fylgja sér bak við liðið. Ég væri alveg til í að sjá tölur fleiri áhorfendur á leikjum. Við erum að sjá kannski liðið þegar það var efstu deild síðast, kannski 300-400 manns. Sjálfur var maður svo sem ekkert með mikið fleiri þegar við vorum að spila hérna fyrir 20 árum eða hvað það var, en ég væri alveg til í að sjá fleiri. Og mér finnst ætti að vera þannig. Já, sammála, ekki alveg sammála. Hvað ætlar að vanda upp á? Það er rosa gott að hafa gott viður. Það er djúvillig gott. Við ráðum ekki við það. Það eru góðir hamborgarar, það er nú eitthvað. Það eru góðir hamborgarar. Það eru góðir hamborgarar, en það er bara svo margt annað sem spilar inn í. Við erum að horfa á enska boltann langt fram í maí og þetta og allir sitja bara inni og drekka bjór og hafa huggulegt góðu veðri. Svo byrjar enska deildin mjög snemma og svo er það alveg svo, En ég held bara líka, kannski að fara að skjóta inn í það, náttúrulega allir leikir eru sýndir í sjónvarpinu og þetta er orðið bara að fólk eru að ferða á flugi hérna allt sumarið og það spilar inn í. Það spilar inn í, ekki spurning. Það er easy að vera heima þegar súldin mætir á föstudagskvöldi. Já, það er það og bara einfalt. Þetta er engin geimvísindi þannig. En hugsanlega væri náttúrulega miklu meira fólki að koma ef við værum að bjóða upp á góða aðstæður. Flotta stúku með svona eitthvað betra þjónustustig og þess aftar. Við erum bara með eitthvað skýli hérna og svo erum við að reyna að fara að byggja einhvern hamborgarabar hérna og þetta er allt eitthvað. Hann er nú flottur. Hann er flottur en við viljum sjá þetta betra. Við viljum gera það. Og þannig ná að drengja fólkið að held ég. Og auðvitað gott lið. Blue Stadium, er það? Blue Stadium, já, ok, það er bara komin áskorið. Kannski svolítið ásækjar. Eitthvað náttúrulega eins og allir sem að allar konur sem að gáta eitthvað í fótbolta aldamótin, þá fórstu í Breiðablik. Allar er það stóra drauma að vera Íslandsmeistari, lendir í öðru seti aðal tímabilið þitt. Já. Og þá mitt vann hvaða lið? Man það ekki. KR. Ég vissi það. Þóttist ekki með það. Og bara þú veist að við vorum að tala hringrás fótboltalífsins sko, það er náttúrulega þú veist besti leikmann í því KR-liði. Olga Fæsset. Já, reyndar og Ásmundur Helga og Edda Garðarsson manna, kannski alveg ástæða fyrir hennu. Guðrún Jóna, þjálfarinn. Ég man eftir henni. Ég sé það sko, þetta er svona. Ég veit ekki hvað hún er núna, en ég man eftir henni. Segðu ykkur aðeins frá þessu liði, bara svona hvernig, ertu spennt fyrir þessu alltaf skúffelsi að falla, en ég menna þú veist, Selaví. Já, það er alltaf líka tækifæri í því, myndi ég segja. Og bara frábært að sjá, ég held að það sé frábært blanda, eða bara samsetning leikmanna. Það er ungar öfnilega sterkur og reynslu miklar, reynslu meiri leikmenn og frábærir útlendingar. Ég held að það sé bara mögnuð blanda. Já, en þú trúið að þetta náttúrulega spáð upp, bara efsta sæti og það er svona búið að hlaða smá pressu á það er. Já, en það er líka bara gott. Maður þarf að geta staðið til því og það er bara, maður þarf að vinna með það. Taka það lengra, en ég bara klárlega hef miklu að trúa þessu liðið og hlakka til að sjá það spila í sumar. Og eins strákarna, bara mikið að svona svipuð blanda þar. Þannig að það er bara, það er gaman að sjá. Maður hættur að þekka, eða svona, ég þekki nú alveg einhverja stelpur, frænka mín er til dæmis fyrirliðin og einhverja fleiri hana. En maður er fann að þekka mömmur og pappa og svona. Það var maður er smá gamall, getið. Það er gaman. Getið sama með þessa stráka sem að sitja á fremsta bekk. Þetta er lítt áraunilegt lið fyrir mótherjana, svona þegar maður horfir yfir, já, hvað var að segja, reynsluna og gæðin hjá mörgum fyrir utan svona bjartsýni elskunnar líka. Já, ég er bara nokkuð bjartsýnn á þetta tímabil. Þetta snýst svolítið það bara að ná í góð úrslit sem fyrst og byrja vel. Við byrjum daginn að vinna Fjölni 3-1 og leit bara vel út. Svo þurfum menn bara að vera heppnir með meiðsli og leikbönn og allt þetta vesen sko sem að getur fyllt þessu. Nei, við höldum því frá okkur og þá ekki spurning. Topp 2 allan daginn, helst 1 og
klára þessu úrslitakeppni ef við náum ekki að klára fyrsta setið. Þetta er orðið svo nýtt sko, náttúrulega að segja topp 2 að svo getur bara allt farið í skrúfuna ef við myndir 2 sko. Já, það gerist í fyrra, alveg grálegt helvíti, en það var niðurstaðan. Já, það var líka að spyrja strákan út í þetta eftir með það, þú veist, bara svona hafandi farið í gegnum úrslitaleik, ég veit að þú veist, svona kannski risastóran öðruvísi en úrslitaleikur Laugardalsvelli. Sáum hvernig Aftureldingin svona tók það með sér inn í næsta tímabil, byrjuðu hægt og allt það, en svo fengu þeir annan sen, svo fóru í gegnum þetta. Svona, sérðu þú svona eitthvað, þú veist, ef þeir myndi enda þar að þetta séu þessi svona reynslega ríkari? Já, maður getur alveg séð þann möguleika fyrir sér sko. Þetta lið alveg gott, það eru margir mjög flotti leikmenn í þessu liði og það er reynsla í þessu liði, það eru ungi strákar þarna líka ansið sprækir, þannig að ég sé þetta alveg fyrir mér að ef við förum upp, eða þegar við förum upp, að við munum alveg geta staðið okkur uppi sko. Ég er alveg sannfærður það. Þetta er líkilega að nota alltaf þegar sko. Alltaf þegar, ekki ef. Já, þegar við förum upp. Við erum að fara upp, það er bara nokkuð ljóst. Það er bara komin pressa. En svo er það svona, þú veist, það er svona doppúlengja, skilur við með að það er alveg, hér handan bara sjóndeildarhengsins er bara mega party í haust, bæði liðinu upp og svona, ég meina, þetta er gerst hjá fullt af liðum, ég meina, þú veist, ég sé þetta margoft, liðið svona einhvern veginn, kalla og kvennalið, samferða í sömu deild, velgengni, ég meina, þú veist, þetta er svona, bánsa svolítið af hvort öðru og getur bara lyft hvort öðru upp. 100%. Ekki aðeins lengra svar? Varstu að tala um mig? Já, leit svona á þig. Hann horfði á þig. Já, ég bara, ekki spurning og mér finnst líka bara mikilvægt þegar ég satt hérna í stjórn að það sé líka bara samvinna á milli liðanna. Að það sé, þú veist, að þau séu öll í sama liðinu. Það er hist og gert eitthvað saman og séu bara stíðu og kvita upp og stíðu baki á okkur stöðru. Ég held að það sé líka alveg góður grunnur af því að vera saman í þessu og fagna sigrum. Það er bara einn fjölskylda, druppi staðið. Bara eitt keflag, þetta er ekki 2 keflag, þetta er bara eitt keflag. Það þarf ekki að ræða það neitt meira. Nei, kannski. Við verðum öll í partíinu í haust, það aftur. Ef þið farið upp, þá verðum við bóðið. En ef það fer illa, þá bara tínið í símanúmerinu hjá mér, ég held að það sé langt best, sko. Herru, ég held að láta þetta vera loka orðin. Geti Inga, takk kærlega fyrir. Takk kærlega. Gefið einn gott klapp. Takk fyrir. Herru, við getum takk okkur bara örstunda pásu, rúliði á barinn að bæti aðeins á og þetta smástundu ætlum við að fara að tala við þjálfarna og fá að vita ennþá meira þessi lið sem fyrir að spila í deildinni í sumar. Fyrstu leikirnir hér á 50 og föstudag, stelpurnar á 50 dag, strákarnir under the lights á föstudaginn gegn Leikni. Sjáum við QR-kóðan á borðanum, það er verið að selja árskortin þar og svona örugglega þetta redda þessu líka einhvern veginn ef við erum eitthvað slöpp í tækninni og svo verður dregið úr seldum árskortum á morgun einhverjir veglegir vinningar. En við ætlum að fara aðeins dýpra núna í kvennaliðið ykkar, Keflvíkingar og til þess ætlum við að fá þjálfarana aðal og aðstofar upp á svið til þess að fara yfir þetta. Þetta er að sjálfsögðu Guðrún Jóhanna Kristjánsdóttir og Ragnar Steinarsson, gefið einn gott klapp. Og Arnalís, það var bara allir. Böðvar líka og fyrstu eru byrjuð. Ég er bara geggjað, þetta er bara svona New England Patriots dæmi. Það er gott að stíga svona á móti. Þetta er ekki fyrsta rótið í svona stólum, sko. Herru, rétt árum við hérna förum að spjalla þetta fólk. Fáum smá stemningu í gang. Þetta er Keflavík kvenna 2025.
einhver kona undir 30 Keflavík ekki í liðinu? Þetta bara lengst að miðbátt sem ég sé, sko. Ég samt lánaði líka með ömmu Starr. Hún sagði bara að það takið þessa mynd og snöggir að þið. Það ekki að fara í leiðinastæðina. Guðjóna, verið velkomin og bara til hamingju bara gleðilegt sumar. Ó, hækka drengir, takk. Getur þetta kveikja á honum? Það er núna. Þarna er við mætt. Herru, bara rétt honum fyrir mig gleðina aðeins í sorgina því að einhvers staðar þarf eitthvað að byrja og einhvers staðar þegar þetta byrja þá þarf líka að enda. Fall í fyrra, reyndarinn og eldri en 2 vetur í þessum brasa. Hvernig svona ertu búin að tvíka þess höfuð á þeim í vetur til þess að svona koma inn að krafti núna? Bara aðlega minni sjálfstraustinu, bara koma því upp aftur og það er bara gengið vel og liðið bara tilbúið í þetta. Ok, hvernig veturinn búin að vera? Segja okkur aðeins bara frá því. Við erum bara búin að æfa bara mjög vel. Hópur eins og við sáum, það var bara glæsilegur hópur og stór hópur. Þannig að æfingar hefur gengið mjög vel. Þetta sé svona fyrsti vetur þar sem við náum bara að vera bara með virkilega stóran hóp bara í allan vetur. Þannig að fyrir áramót náum bara virkilega að byrja þetta krafti. Þannig að undirbúningur hafðist bara mjög snemma í nóvember. Þannig að það eru bara algjörlega orðna tilbúinir núna, sko. Ok. Fyrsti leikurinn kannski fór ekki kannski frábæðlega af stað, Ragnar, ef við komum draugum þegar aðeins innan borðinu, en ég meina, þú veist, fallið fara heill og allt það? Algjörlega. Alright. Takk fyrir í kvöld. Það er að vona að þú sjáur viðtölinn í sumar þetta, ja? Mér þetta þá sendi ég hann bara í viðtöl. Já, það var ekkert kall á það eftir fleirum, en Keflavík var flott. Það var pínu högg í maðan, ekki stund. Já. En það þykir að spáða því, það er búið, höldum áfram. Svo bara næstu vikur á 50-daginn á móti KR, við erum hressilega mótið þeim. Þetta er alltaf gaman að spila mótið KR. Jú, því. Hver er ekki gaman að því? Keflingar að elska það, elska að vinna KR. Ég meina að þú veist, spáum fyrir mótið, fyrsta sæti, kannski kom ykkur vantarlega ekkert eitthvað brjálæðislega óvart, nokkuð svipað hópur, jafnvel aðeins sterkari, er það ósanngjarnt eða? Nei, ég hugsa það, við séum með sterkari hóp núna heldur en í fyrra og sérstaklega bara af íslenskum leikmönnum og keflvíkskum leikmönnum, þannig að þetta er mikið af heimastelpum sem að spila, mikið af ungum efnilegum stelpum í bland við eldri, þannig að ég held eins og Ingvar að segja áðan að þetta er bara mjög góð blanda í þessum hóp. Og það hefur skiptir líka svolítið Keflavík máli að vera með Keflvíkingar í liðinu, hvort sem þessi kallarlega konur eru bara í gegnum aldanna röð. Ef þú ætlar að ná okkur málangri þá verður að vera hjarta í liðinu og það er bara þannig og það er hjarta í þessu liði og það á eftir að sjást í sumar. Já. Aron, við draugum þennan aðeins í þetta, nú farin á þú standir ekki bara og kannski gefur líka Ragnar í smá pásu líka mínu vegna að hvernig líst þér á þessa deild annars? Hvað getið þið staðið undir svona þessum stóru spótum? Það er alveg svo þá bara hef ég ekki hugmynd um það. Okay. Fyrsta árið mitt í kvennabolta, hvað þá í lengjudeildinni. En gæðin hafa samt komið mér á óvart. Bjóst ekki alveg við þessu þegar ég byrjaði í vetur. Þannig að ég er mjög spenntur bara. Já, ok, geggjað. Þú þekkir þetta nú alveg út og inn, þjálfar núna bara, þú veist, eftir 40 ára leikmannaferil, núna búin að þjálfa ykkur 30, þetta er bara lífið endalausa. Og ég er bara tvítur. Og bara tvítur, þetta frekar ekkert sæl, sko, ræðileg stafræði. Segð okkur aðeins á markanum, þeir sem hafa kannski ekki verið djúpir þar. Hvað gerðu þið í leikmannamálum? Hvað er nýtt og spennandi? Já, á ég að fara að rifja það upp, já. Það var kannski langt síðan. Við bara, eins og ég segi, það var komið mikið að bara Keflavíkum leikmönnum tilbaka og svo náttúrulega höfum við fengið leikmenn, við erum með færri erlenda leikmenn, já, heldur við höfum verið með. Var það markmið eða atvikaðast það? Það var markmið að spila á færri og erlendu leikmennum og byggja meira upp af heimastelpum og þannig að já, ég held að við höfum bara það sem við höfum sótt viltu að við verðum með listan hérna? Svona þetta allra helsta, ég meina fórum á þig í Ariel Lewis, ég meina það er nú eitthvað sem getur skorað mörg. Já, Ariel Lewis, Emma Starr, Ariel var náttúrulega með okkur undir lok síðastu tímabil, þannig að ég svona líti ekki endilega hana sem nýja inn. Emma
er ný og Olivia og Mía. En ég að gleyma þeim. Amelia kemur tilbaka. Svo var Elva að koma tilbaka. Frá Fylki. Það er gott að geta raðað eitthvað bara þetta stelpur. Þú varst að segja, sko, tilja upp hvað ég var gömul hérna áðan. Þetta var kannski ósættið. Svo fengum við Hönnu Kall með þér. Já. Við höfum reyndar því miður lent í tveimur meiðslum í vetur. Bæði Eva Lind og Hanna slitu krossbönd. Þannig að það er svona smá höggi í okkar hóp. En hérna, þá þurfa bara aðra að stíga upp í staðinn. Í fyrra, náttúrulega bara lítill fiskur í stóri tjörn, það var bara þannig, við vorum svolítið alltaf að reyna að verjast og reyna að hanga inn í leikjum. Væntanlega allt annað dæmi upp á teini núna, þið eru væntanlega að fara og sækja þessa leiki, þið eru stóra liðið í Lengjudeildinni. Við erum stóra liðið og það starf strax í fyrsta leik. Ég meina, ef við förum yfir possessioni í fyrsta leik, þó að Þú mannst það, ekki hvað leikmennir? Nei, ég man það. Það er það sem ég er að horfa á. Ég skil því. En þú veist, með það að þá sást það bara strax í fyrsta leik að við komum til með að vera mun meira með boltan í sumar heldur en síðustu ár. Þannig að hérna, það líka tekur náttúrulega líka bara pínu tíma að venjast. Getur svona orðið þolinmæðisverk Ragnar í mörgum leikjum? Já, algjörlega, sko. En það er klálega að gera þessum hóp og við höfum bara klárað þessa leiki, ekki spurning, og sérstaklega heima á vellinum. Við erum sterkar. Mynda gott við hérna heima fyrir. Já, er það ekki svolítið lykill eða alltaf fyrir Keflavík? Ekki spurning. Já. Hvað svona... Mynda góða stemningu. Já. Vitið þið svona hvaða lið verða þarna í baráttunni með ykkur fyrir þá sem er að fara að horfa á? Þú veist, þetta verður alveg ótrúlega jöfn deild, en hérna... Það er margir sem tala það, sko. Já, Skaginn, IBVF, HK, Fylkir, mögulega. Keflavík, IBVF, KR, Skaginn, þetta er svona smá svona legacy-deild, sko. Stærstu fótboltafæjarfélögin á landinu öll í sömu deildinu einhvern veginn, sko. Þetta er bara rosalega deild. Já. Þannig að hérna, en verður ótrúlega skemmtileg. Þannig að... Þið náttúrulega bara hvetja allir til að mæta á völlinn, fyrsti leikur hérna á 50-daginn og bara þú veist reyna að fá stemningunni strax, vinna leikinn og svona búa til smá snjóbolt úr þessu. Já, og við erum alveg tilbúin í það og við erum náttúrulega með eitt stuðbolta hérna bara í þjálfarteyminu, sko. Ragnar? Já. Takk fyrir það. Þannig að hérna, ef þetta er að fara að enda, þá verð ég náttúrulega samt að biðja hann að taka bara svona smá pepp, sko. Ok. Þetta er það. Það er svona þitt hlutverk. Það er að koma með smá dæmi. Ég snýst ykkur hringið, það er svona ekki að bíla það. Það er líka bara alls ekkert orðið rauður eða neitt, þannig að þetta er bara... En ég heldur látum við bara duga. Takk kærlega fyrir. Raggi, hann ætlar að enda þetta á. Nú? Ef þú tekur klappistöfur, erum við klára? Eitt gott? Nei, ég alveg að tala. Eitt klopp, allir saman. Eitt klapp, allir saman. Tilbúin í þetta. Og... Nei, þetta var lélega. Aftur, koma svo. Og... Ég skil þetta núna. Þannig við Keflavík 25 og stuðboltinn Ragnar. Gefið þið góðan klapp. Já, maður sofnar ekki í kvöld. Það er einhvern veginn. Herru, við ætlum að fara okkur yfir í kallana. Þar er þetta ekki, Bóall ekki að mæta. Þú ert búinn að segja með það ekki? Sækja á æfingu, forgangsatriðin, það er gott. Herru, kallan í Keflavík eru áfram þjálfað af sömu mönnum. Bjóðu velkomna á svið, menn að það er ekki að gera vídeóið klart. Harald Freyr Guðmundsson og Ómar Jóhannsson. Með að koma sér fyrir að var ég myndi að rifja upp með
Elvari Geir minnum mæta makker þegar Ómar mætti í útvarpi til okkar og vera að stekkja hann og við vorum að láta hann vorum að fá það upp og hann væri sko fáránlegt, hann væri ekki í landsliðinu og hann var svona alveg eitthvað að segja eitthvað sem hann myndi sjá eftir þegar þeir drulluðustir inn að þetta var verulega óþægilegt. En það er gaman að því, það er gaman að því. Herru, vídeó komið á skjáinn, Raggi Pushplay, Keflavík Keflavíkur 2025. Hvað segir þið Hallminn, ætlar þú ekki upp með þetta liðið það? Þarftu ekki bara þá að fara að finna þér eitthvað annað að gera það? Þetta er rosalega mannskapur. Já, ég náttúrulega kom nú nokkuð kókraustur fyrir og sagði að ég ætla að vinna þessi veit, þannig að ég held að í ár getum við, ef ekki að segja að við ætlum að gera betur enn í fyrra. Þetta er bara upp í júlí. Já. Þá að skipta við sæti við vestra eða eitthvað. Þetta lítur hrikalega vel út, Hallminn, og Ómar, rosalega velmannalið, maður séð, og þeir eru svona, þú veist, er þetta, sko, hryggjarstykki í þessu liði er náttúrulega rosalegt. Það verður bara að segja þetta alveg sver. Sindri, Nacho, sem miðverðir, Heimsindir náttúrulega, Fransi, Ljúbisits, ég sá hann að spila hérna einhvern hálfleik í höllinni á mútið leiknum og í vetur og það geta að skora 9, létt til 30 að fá svo út af, rosalegur. Ég meina, þetta er sterkt lið, þú gengst við því og þið ætlaði stór hluti. Já, bara rétt það og bara raun og veru alveg eins og í fyrra, vorum við góð nokkuð fyrra líka og vorum mjög nálægt í að endanum endum við stíu eftir íbúið af sem þeir bengt upp og við förum í það fræga umspil og vinnum í að þar fyrir úrslitaleik á móti Aftureldingu sem eins og allir vita tapast. Í ár, já, höfum fengið nokkra nýja inn, nokkra nýja gamla inn líka. Og teljum okkur allavega að vera með þannig hóp að við svona teljum okkur og ætlum okkur og markmiðin eru nokkuð skýr að fara upp og helst vera lausir í þessu úrslitakeppni og fara beint upp, en auðvitað er það til vara og það er þá alltaf möguleiki það líka. Dýnamikinn í þessari deild svona formið, Ómar,
dreg þegar þess inn í þetta. Þetta allt öðruvísi með þessu úrslitakeppni. Það einhvern veginn einn sem getur bara stefnt á sigur, stundum kannski 5-6 stiga forskot frá fyrsta sæti, þá einhvern veginn allir fattar að hugsa úrslitakeppnina. Ef við tökum bara, það konsept út sem við sögja, sem hefur bara gefist mjög vel. En svona síðustu leikirnir í deildinni og svona pælingar, það getur orðið alltaf öðruvísi svona format, þetta eru bara 2 upp. Já, þetta breytir svolítið fókusnum hjá liðum klárlega og það var auðvelt að segja eftir að hafa lent í öðru sæti og vera sár og sveittur og segja að þetta sé glatað. En á endanum áhuginn mikill í kringum þetta og ég held að þetta verið góð reynsla fyrir alla. Og já, ég held að þetta hafi heppnast vel þrátt fyrir að vilja vera sveittur og sár og hrauna eitthvað yfir þetta, þá var það ekki hægt allan í bili. Hvað segir þú með þetta format, Halli? Svona fyrir utan sárindin? Já, þú veist, ég veit ekki, ég er hrikalega gamaldags í þessu, sko. Ég vil bara eftir tölinni fara upp, sko. En því miður það ekki þannig, sko. Þannig að við verðum að lifa með því, en já, í alvörum það, sko. Þá bara fyrst með það, sko. Já, ég alveg með það, sko. Ég bara svona gamaldansk líka, sko. En samt ég var að spyrja þau á, að fara þessa leið. Við sáum afturhaldningu, ég veit hún fór ekkert beint upp, en hún bjóða þessi reynslu bæði á lokametrunum og í þessum úrslitaleik. Þetta hlýtur að vera eitthvað svona, þú hefur nú sett svona í þjálfarabókina þína og ert svona aðeins búin að læra af líka og vonandi þá strákarnir. Já, klálega og ég held bara svona heilt yfir að það hafi farið, eins og við endum þetta í fyrra, að vera svona nálægt þessu og fara svo í úrslitaleikinn og einhvern veginn tapa með 1-0, okkur finnast við einhvern veginn vera, stóra liði eða allavega betra liði og þá held ég að við séum allavega við þjálfarteymið, leikmennir, ég held að stjórn og stuðningsmenn og allir í kringum þetta séu bara ennþá meira hungraðir í að fara upp í ár, sko. Hvernig hefur veturinn verið, Ómar? Eru þið ánægðir með svona það sem þið eru að sjá út á vellinum? Sem að kannski þá mögulega endurspeglast í fyrsta leik, fá þessi mark en stórir? Já, ég held að við getum verið bara frekar sáttir við vorið. Vorum að fá fín úrslit, spila vel og ef við lítum á byrjunina núna með við fyrra, þá virðumst við koma tilbúnar í þetta. Við náttúrulega gerum jafntefli hvað við erum í fyrsta leiki og töpum svo öðru leik fyrir Gróttu sem átti alls ekki að gerast, en það gerðist og ég held að hluta því núna var það að við vinnum þennan leik þrátt fyrir að lenda 1-0 undir, en ég held að hausarnum tímum spilum bara alveg fínan leik. Ég held að það sé klárlega þau sé góðum undirbúning og kannski einhverju reynslu á þessu sviði. Kannski alltaf til að halda hans á þér, Ómar, rík markvarðahefð í þessum bæ sem nú alltaf skemmtileg og lendi í þessum hrikalega og náttúrulega strákurinn sjálfur Ásgeir náttúrulega að slíta þarna krossband alveg ömurlegt, en einhvern veginn hefði bara nýlendur, bara talað gamlan og nýjan, Sindri komin aftur heim. Ég meina, það er nú alltaf hægt að fá betra backup, auðvitað hægt að segja að hans besti markmann í þessari deild bara á pappír. Ég meina, svona huggun harmi gegn, það hefði nú komið, þið eru nú ágætlega settir þarna. Við erum mjög vel settir, með fyrsta, annað, þriðja og fjórða. 5. markmann núna. Svo tekur þú skóna, 70? Já, ég falli niður í 7. Ég satt á bekk einn leik í vetur og það var röð atvika sem var þannig að kom í ljós að ég var 5. markmaður. En nei, alltaf leiðilegt fyrir að leikmenn meiðast, hvað þá ungir leikmenn sem eru sjóðheitir og leiðinu upp. Og það er náttúrulega bara 20 stöðunni þá, það er hann hvort að brotna eða styrkjast og ég veit alveg hvora leiðin hann vinnur. Svo gerist þetta og þetta var ekki löng leið en staðan var eins og hann var hjá Sindra og þetta var held ég ekki með flóknar viðræður. Nei, og bara frábært fyrir Keflavík að fá strákinn heim, það er ekki spurning og hluti líka bara af bara nokkuð spennandi leikmannamarkaði, Halli. Ég meina þú lítur að vera nokkuð sáttur með stuðningi sem þú fengið að sækja leikmenn. Já, klálega. Við teljum okkur að ríkrúta bara nokkuð vel. Auðvitað er þetta bara alltaf þannig í þessu að það er einhver sem ég vil hætta og einhver fá ekki áfram samning og svo fyrir við bara í að leita þeim styrkingu sem teljum okkur þurfa til og við höfum sótt þá að okkar mati og
fáum náttúrulega sko Stefán Lúbusins heim sem var náttúrulega með okkur fyrir allt undanúrslitambilið og ég held að við skoraði einhver 8-9 mörk þá í Lengjubikarnum og fyrstu Svíþjóðar og kom svo aftur núna og ég búinn að skora eitthvað svipað þegar hann Ríu Litháa og það var svona, maður fekk svona smá flashback að við varum aftur að fara að vera raun og veru, hvað maður segja, ekki kannski sendislausir en missa svona okkar helsta mann og það var náttúrulega ákveðið að fara í að sækja sendir og svo fótbolti bara þannig að þú veist, eins lífsins annars með brauðið dauði. Jú. Og við náttúrulega hefum fengið ungastrák inn Gabriel sem hefur byrjað síðustu 4 leiki okkur og skorað 3 mörk og hefur tekið sviðið og það bara akkurat þannig sem menn að gera það ef þeir fá sénsinn að grípa. Algjörlega og bara náttúrulega skemmtileg nýlunda líka í íslenska fótbolta og það getur ekkert liðið farið á völlinn í dag og svo verðum eitt sem heitir Gabriel. Þetta alveg stórmerkilegt sko. En það kannski umræða fyrir annan dag og mannarnafnanefnd. Svo mjög annað meitt sko, sem náttúrulega mikill aðdáandi sko Austur-Evrópu fótboltamanna, það myndi verið svona nefnd í stað. Það aðeins verið að fara aftur þangað. Segðu okkur aðeins svo nýju strákum, djöfull er ég ánægður með þetta. Alltaf ef það endar á sé, þá ég með sko. Það bara, elska þetta sko. Já, hvað bara fyrir þá sem ekki vita, hvað menn þetta? Já, sko, við erum ekkert að flækja þetta sko. Nei. Einn heitir Marín og einn heitir Marín. Og þeir eru alltaf allir frá Króatíu, svo erum við Múa sem við erum áður, en við svona, já, við náttúrulega eðlilega búum vel að því að það maður sem í okkar teymi sem þaðan og þekkir vel til og þá mjög auðvelt að fara þangað og afla sér upplýsingar leikmennina og annað, þannig að, já, við hefum notið þess að Lúka mjög, já, góður þarna niður frá. Já, og þeir náttúrulega líka, þeir eru svolítið, það ekki tilviljun eins og þú segir, bendir á hana, að þeir eru svolítið að hitta á þessa leikmenn, sko. Já, akkurat. Þessi deild, svona, verður alltaf jafnari, fleiri sem vilja meira og út af svona líka það sem aftur vorum að tala þetta umspil á hann, það sem það gerir, það eru svona fleiri sem kannski stefna á 5. sætið, og þá þarf þetta að vera með x sterkan hóp, þannig að gerir deildina svolítið þétta, þannig að það má nú ekki mikið út að bæra þessu. Nei, eins og við vitum að það bara eitt lið sem getur unnið hana og svo þetta 25 sem fyrir umspilið, en já, þú veist, mér fannst hún var alltaf mjög jöfn í fyrra og ég held hún geti alveg mögulega verið mjög jöfn í ár líka. Ég held að sé svona helst kannski HK Fylkir, ég held að nákvæmlega í Njarðvík verði mjög sterkir, getið svona spurninglið. Þeir eru náttúrulega nálægt í fyrra að fara í úrslitakeppnina, gera það ekki, þannig ég held að þetta verði svona, já, allavega þessi 3 og svo alltaf eitthvað lið sem kemur á óvart. Já. Ómar, ætla að segja þeim sem eru spenntir fyrir föstudeginum, er ykkur ung styrni til að fylgjast með í þessu Keflavíkur liði? Hann var auglýstur til dæmis mjög vel núna í vikunni á miðlum, hann bara átt á það skilið, búinn að standa sig vel. Ég ætla ekkert að fara að nefna einhverja sérstaklega, en við erum með bara nokkra unga sem hafa verið að taka sénsina vel. Gabriel núna fekk fyrirsækningar, en fólk verður bara að mæta og fylgjast vel með. Það var svona bæði halda honum á jörðinni og fá fólk til að mæta í einni setningu. Hvaða lið verða þarna með Halli? Þú er búinn að skoða allt saman. Hvað segirðu? Hvaða lið verða þarna með ykkur? Já, eins og ég var að segja það, ég held að það verði HK Fylkir sem verða þarna helst að berjast um þetta. Já. Er þið betri þeir? Við? Já. Já, klárt. Allan daginn. Allan daginn. Að ég langar líka þegar þú ekki kannski gamall þessum í þjálfarnarfræðum. Hvernig þú svona búinn að þróskast á þessum árum sem þjálfari eftir nokkuð farsæran leikmannaferil? Ertu að pæla hvað þið búinn að læra mest? Já. Ég er búinn að læra nöfnin. Strax byrjun. Og svo hef ég lært að Raggi í framkvæmdastjóri ekkert eðlilega erfiður guð. En myndalegur? Já, myndalegur. En svona bara svona, ertu verið þróast mikið síðan? Já, þú veist, þetta er ekki slepptið, þetta er maður alltaf að læra eitthvað nýtt og reyka sig á eitthvað í þessu og en bara, þú veist, gaman auðvitað, ég er bara gaman þessu og er spennt fyrir þessu. Já, en svona því að Kitty var nú að tala um stemninguna, vantar ekki svona aðeins að ég veit, þetta er alltaf sama gamla tuggan, en svona reyna að rífa aðeins fólkið og fá hérna snjóbolta, þú veist, vinna hérna á föstudaginn og aðeins svona vera með örlítið meiri fótboltastemningu yfir sumarið.
Jú, en auðvitað, þú veist, á endanum snýst þetta alltaf að mínum að þetta er árangur, sko. Ég held að með árangri kom alltaf fólki, sko. En að sjálfsögðu, þú veist, svo skildi ég kom inn á hann að það mætti alltaf vera fleiri hérna svona að öllu jöfnu á leikjónum. Það búa nú alveg slatti hérna í þessu bæjarfélagi, en það er bara eins og það er og ég held að ég er sammála að geta með það að umgjörinn, þú veist, þess að leikvangurinn okkar kannski er ekkert alveg að öskra á, til dæmis svona fyrir, þú veist, mig og þig að bjóða konunni með, þú veist, að fara að pissa svo í einhvern kamar hérna. En þú veist, það er bara, þú veist, ég held að við sitjum alveg eftir að við horfum bara vellina í kringum okkur í landinu og þá eru svona, þú veist, já, KR og svo við, sko, síðasta svona sem að þarf að fara, held ég að endurnýja í þessu. Erkifetirnir? Já. Já, einir eftir einhvern veginn. Já. Nei, við vonum að þetta fari bara allt vel. Minnum aftur, fyrsti leikur, hér heimaleikur fyrir ekki, alltaf 3 stig komin í pókan. Nokkuð öfluglega leiknir sem er þetta á föstudaginn og bara allir á völlinn. Ekki spurning. Er það ekki? Halli, Ómar, gefið einn gott klapp. Og bara rétt til þess að ljúka þessu og höfum ekki lengra og þá eru brjótandi tíðindi. Það á heldur betur að koma þessu liðið upp núna og bara í fyrsta sæti því að það er búið hér rétt fyrir kvöldi. Var læst samning við ykkar allra besta mann til að minnstakosti 1 árs en með option á öðru ári. Björgvin Björgvinsson, gefa honum gott klapp. Það er bara stemning í þessu, leikir 5. á föstudag, QR-kortin, áskort, bjór á barnum, ef það er eitthvað eftir, vonandi, það getur ekki annað verið. Leikir á 5. á föstudag sem fyrr segir, takk hérlega fyrir mig, hrikalega gaman að vera hérna og gangi ykkur ógeðslega vel í sumar báðum liðum og vonandi fæ ég að mæta hérna í partíi í október. Sjáum til. Takk fyrir mig.